Ég spilaði aðeins á gítar þegar ég var í framhaldsskóla. En svo í þessu veikindaleyfi þá hefur maður svo minna að gera og ég hugsaði ég verð nú að hafa eitthvað að gera svo ég verð ekki bara svo þetta lamist ekki allt reynilega. Þannig að það var svona það sem ég fór mest að gera, það var bara að spila á gítar. Og þá get ég spilað eitthvað þótt að sé ekkert eitthvað flott eða flókið. Og þá svona get ég sett einhver orð á tilfinningarnar sem ég kannski ekkert að skilja. Og ég held að það sé svona mesta hjálpin hjá mér. Og síðan bara að tala mikið þetta og vera opið með þetta. Það hefur hjálpað mér held ég mest. Vorið 24, sett fyrir 2 árum, þá ég í fótbolta og fæ boltan í höfuðið. Og út frá því fer ég í alflokk og 2 dögum síðar kemur ljós að ég með æxli í höfðinu. Það ekki hægt að fjarlægja æxlið, en það var hægt að taka sýni, þannig að það þurfti að opna höfuðið og það var tekið sýni og sem betur fyrir að var það góðkynja. Þannig að núna ég í rauninu bara eftirliti, hver 2 ári í myndatöku. Krabbameinsfélagið býður upp á fría sálfræðiþjónustu sem ég nýtti mér og þótt að ég vissi ekki alveg hvað ég var að fara að tala eða hvað viðkomandi átti að geta gert þess að hjálpa mér. Þá fór ég til hans og ég hitti hann nokkrum sinnum. Fyrsti tími var erfiðastur, að bara það að fara þangað var skrítið og ég vissi ekkert hvað hann var að tala Það var svona fyrstu skrefin í minni endurhæfingu, það var bara að ná svona aðeins utan þetta með sálfræðingnum sem ég hitti. Stuðningur ekki endilega fólginn í faðmlagi eða peningainnlögn eða pabbi var hjá mér flesta daga og það var einn dagur sem að pabbi komst ekki og þá fann ég bara svona það var ekki að gera neitt sérstaklega, við vorum ekki að spila, við vorum ekki að endilega spjalla alltaf, við vorum ekki að horfa á neitt leik. Hann satt bara þarna og stundum var ég sofandi og hann bara satt, kom 3 tíma og þá fann ég svona að hafa það ekki, að það einu svona þannig að stuðningurinn allan fyrir mig fólginn í bara svona viðvera. Og það sem kom mér líka mest á óvart, ég fór í rauninni út í það með tónlistana að gera 2 plötur og gaf út 2 plötur 2025 og fór í gegnum það með stuðning Karolína Fund sem svona sjálffjármögnun og þar var ótrúlega mikið af fólki sem að ég svona kannast við sem voru að styðja við málefnið og líka bara eins og þegar ég var upp á spítala að bara óvænt heimsókn frá gömlum bróðurfélagins, bara náungi sem ég hefði aldrei átt vona því að bara myndi koma að hann bara poppar upp og það bara kom svona ég ekki bara einhver kennitala, þetta bara, fólki alveg ekki saman, það var alveg svona, það var svona þannig. Enginn einn. Takk fyrir að vera til staðar. Krabbameinsfélagið.